Hæ. Hæ, henni mín. Góðan daginn, það er mánudagur, það er þriðjudagur í dag. Ég er on fire í upptökum og ég er ótrúlega ánægður með það. Ég er mjög ánægður með þetta og gengur ótrúlega vel. Ég stalst á vigtina í morgun og þetta er allt að gerast. Ég held að þetta mataplan sé alveg mjög gott. Plús það líka að ég er að drekka meira vatn. Þetta er auðvitað bara vökvatap sem er að fara núna. Ég ætla ekki að segja ykkur nákvæmlega hvað tölurnar eru, hvað ég er búinn að droppa. En það eru kíló farin. Hvað mörg? Kemur í ljós. Já, það kemur í ljós. Ég er mjög spenntur. Í morgun þá vaknaði ég með Anitu, hjálpaði henni að vekja strákana, klæða þá í föt. Ég fór með strákana í leikskólann, keyrði Anitu í vinnuna. Ég og Anna fórum upp í vinnu til mín og ég talaði við strákana upp í vinnu. Og ég keypti mér steikur upp í vinnu. Ég sagði ykkur að ég ætlaði að fara að kaupa steikur upp í vinnu. Ég keypti svona steik. Ég keypti 10 svona steikur og þetta er hver steik 200 grömm. Þannig að í hádeginu á ég að borða eina 200 gramma steik. Ég er með hann í ofninum núna og þetta er auðvitað frosið. Þannig að ég er með þetta núna á defrost og er að þýða. Ég er að þýða steikina yfir á íslensku. En, þetta var svona eins og Maggi Mix. En já, gengur ótrúlega vel. Ég fekk niðurstöður úr vinnunni, það sem ég var að tala í gær. Er ég ennþá að vinna þarna. Þeir vita það ekki. Þeir eru auðvitað búin að ráða annan gaur í mína stöðu. Og það kemur í ljós. Kemur bara í ljós í júní. Ég er í fæðingarorlofi til júní. 1. júní á ég að byrja að vinna. Kemur bara í ljós, kannski er ég búinn að finna mér eitthvað annað. Hver veit. En það sem ég er að gera núna, planið mitt núna í fæðingarorlofinu er auðvitað að vera með Önnu, kynnast henni, bara svona og njóta þess að vera pabbi og njóta þess að Anna sé svona lítil og krútleg. Þangað til hún byrjar að vera í sömu stærðarflokk og Benjamin og Baltasar sem eru bara að byrja að rífa kjaft og hlaupa út allt. En ræktin gengur vel. Ég fór á æfingu í gær eins og þið sáuð. Ég er ágætur í skrokknum. Ég tók ekki erfið æfingu. Ég tók frekar bara svona, þetta basically bara ég að mæta í ræktina og svona byrja. Eins og þið sáuð. Þetta var bara voða saklaust og krútlegt. Ég er að bíða til steikinni. Hún er að verða afþýðin. Það er engin hiti hérna. En eins og hérna sjáum við að hún er orðið mjúk. Og eins og hérna, þetta er það sem ég ætla að borða ekki á morgun heldur hinn. Það er alveg, þetta er bara, þetta er eins og grjót. En já, þannig að það verður steik núna í hádeginu. Og ég veit að kannski eins og ég ætla að sýna ykkur í gær hvernig mataplanið er og hvað þið getið náð í það. Ég gleymdi því. En þetta mataplan er eins og það að ég á að borða steik í hádeginu. Þetta er alveg, þetta er í dýrari kantinum svona mataplan. En meðan við árangurinn þá er þetta bilagslega þess virði fyrir mig en plús það hver hattar ekki að borða steik. Það eru nokkrir búin að hafa samband og vilja taka þátt og vera með. Ég hvet ykkur út að ég er auðvitað með, ég er með lífsmotto sem heitir njótu lífsins eins og stendur þetta á bolnum. Og þetta er það sem ég lifi í gegnum. Þetta er bara litla barnið mitt, ég og Anita. Anita kom með nafnið og þegar við byrjuðum að vídeoblogga fyrir 4-5 árum síðan, við erum búin að vera lengi í þessu, að þetta er svona
Já, mér þykir rosalega vænt þetta, njótu lífsins og ef þið hafi áhuga á því að kaupa fatnað sem merktur njótu lífsins getið alltaf fara inn á njotulífsins.is og panta ykkur þar bóli. Ég á ekki mikið eftir en ég á eitthvað stelpubólum og þurrkarinn búinn. Já, og eitthvað af strákabólum en ég ætla að fara að hendi í pöntun, sérstaklega sko ef þið pantið og ég svar ykkur ekki innan sólarhrings, sendið mér skilaboð hér bara inn á annarkoð Facebook eða YouTube, látið mig vita. Það hefur verið galli sem sagt þegar þið pantið og sendið mér skilaboð þar inni, það hefur komið fyrir að ég fæ ekki skilaboðin. Ég er búinn að vera eitthvað aðeins að vesenast í því, en ég held að ég sé búinn að laga. Já, og ég er auðvitað á Instagram líka, bara bæði ég sjálfur, það er sem sagt danni.dh á Instagram og svo er njótu lífsins líka inn á Instagram. Og mér langar rosalega svona þegar ég komin á stað og svona fleiri vilja taka þátt og vera með í þessu, þá hvet ég ykkur í að nota hashtagið njótu lífsins. Ekki allt í lagi ástar engla blóma rassa rófan mín? Er ekki allt í lagi? Ha? Já, pappa ætlar að búa til mat? Pappa ætlar að fara að búa til matinn? Já. Já, og eins og ef þið eru í ræktinni eða þið eru búin að kaupa ykkur fatnað og setja það inn á Instagram, endilega mér þykir ótrúlega vænt að vita að þið notu hashtag njótu lífsins og það væri ótrúlega gaman, þá get ég líka séð ykkur og já, það væri gaman að búa til svona smá community, segir maður það ekki á ensku, hvernig er það á íslensku? Community shit, hvað ég nefnir. Já, og svo eru þetta 2 mánuðir þangað til að ég fer út aftur til Budapest og er að fara að setja implant hérna í tönnina og já, mér líður ótrúlega vel, sérstaklega líka út af því að ég er að koma mér í form og mér líður ótrúlega vel og já, þetta er spennandi tíma framundan. Ég veit ekkert hvað gerist eftir þessum 5 mánuði. Ef þú átt fyrirtæki og hefur áhuga á því að ráða mig, endilega sendu mér skilaboð. Basically, já, þarna uppi í vinnu er þetta þannig að þeir eru búin að ráða henni gaur í mitt starf. Hann er fastráðinn. Þegar ég kem, gæti verið að sé ekki lausn. Vinna, ég veit ekki, kemur í ljós. Veit ekki, þetta reddast. Það er alltaf, kannski fer ég í skóla. Kannski fer ég að læra einkaþjálfara út að ég er peppaður í þetta núna. Kannski fer ég og býð til auglýsingastofu og býð til litlar auglýsingar fyrir samfélagsmiðla. Kannski bara, þú veist, ég veit það ekki. Kannski fer ég að læra að vera flugmaður. Ég veit ekkert, við vitum ekkert. Það er það sem er svo skemmtilegt við þetta allt saman. Já, ég ætla að fara að búa til þessu steik. Ég ætla að reyna að snúllast aðeins í hönnu. Sjáu hvað þetta er flott. Pældi því, býta aðeins, mómentið þegar þið líður eins og þú sést honum fullorðinn. Ok, ég á 3 börn, ég er giftur, við eigum hús saman, ég og konan. Ok, það er svolítið fullorðins. En fyrir mér að vera fullorðinn er svona eins og það þegar það eru komin svona listaverk á veggina hérna. Þetta hérna er fyrsta sem við fengum, ég minnir að pabbi og konan hans gaf okkur þetta. Hvað er þetta? Ástarblómið mitt? Ertu eitthvað pirri bú? Hérna? Já, þetta hérna var fyrsta listaverki sem pabbi og konan hans gaf okkur. Svo fengum við þetta hérna. Svo fengum við þetta hérna. Ég ætla að fara að sinna barninu. Hún er möggfeyrur, ég held hún sé svöng. Já, ég ætla að finna eitthvað að borða fyrir hana.
Shit, hvað það lítur vel út maður, þetta auðvitað rátt. En planið að ég ætla að steikja, að loka steikinni á pönnunni. Búinn að setja hérna smá olíu, smjör, dott eitthvað. Ég ætla að loka steikinni og svo ætla ég að setja hann í ofn og hæg elda í svona, hvað er klukkan? Í svona korter, 20 mínútur. Hæg elda, eða þú veist, já. Veit það ekki, hálftíma. Og svo ætla ég bara að borða þetta. Hlakka ótrúlega til, ég er svo svongur. Herra, þá er steikin tilbúin og meðan ég er að bíða eftir því að upplóta vídeóinu sem þið horfðu á í gær, þá lítur þetta svona út. God damn, hvað þetta lítur vel út. Ég ætla að skófla þessu í mig og svo styttist í það að ég þurfa að fara að ná í Anitu. Klukkan er orðin fáránlega margt. Ég er svona klukkutíma og seinn í matarblaðinu mitt. En það er allt í lagi. Gengur ekki vel að drekka vatni núna, en ég ætla að byrja að þamba þetta og klára þetta. Þá er steikin orðin búin. Ég á einn bita eftir. Veistu, ég get alveg vanist í að borða þetta hverjum einasta degi. Ég gerði þetta reyndar svolítið sterkt, kryddaði hana svolítið mikið, en þetta er ógeðslega gott. Ég er alveg til að lifa á þessu. Njam. Herru, ég ætla að sýna ykkur hérna heimasíðuna með matarblaðinu. Gera það núna. Úff, ég er svo saddur sko. En ég set í linknum hérna fyrir neðan, í bio, hérna á þessu vídeói. Þú sér það bara inn á YouTube. Þannig að ef þú vilt ná þessu og ert að horfa á þetta á Facebook eða einhvers staðar annars staðar, þá verður að fara inn á YouTube brásina mína og sérðu linkinn fyrir neðan. Og þar mun ég að setja bara slóðina þannig að þú getur ítt á og fer bara beint inn á þessa heimasíðu. Þetta er basically heimasíðan. Þannig að þú velur basically, þetta er bara aðalsíðan. Þú velur bara hvort þú segir strákur eða stelpa. Ég er strákur. Velur það. Svo spyr hann basically hvað er ég að æfa oft á dag. Þú veist, er það 1 sinni til 2 sinni í viku, 3 til 5 sinnum í viku. Þú bara velur eftir þínu hendum. Í plani mitt er að fara 3 til 5 sinnum í viku. Ok, svo hérna getur þú valið, þú veist, ég borða kjúkling, ég borða kjöt, ég borða fisk, turkey, ég nenni ekki að vesenast í elda, svín, við borðum ekki svín á þessu heimili, spurðu Anitu, continue, svo er það bara potato, rice, black beans og bara velur bara það sem, þú veist, ég borða kartöflur, ég borða rísgrjón, ég borða brokkoli, sæta kartöflur, annað er ég ekki að velja. Svo bara velja hérna órans, epli, banani, ég borða appelsínu, ég borða epli, banana, ég borða ekki ananas og grapefruit, þú veist, ég man ekki hvort að ég valdi það. Svo er bara continue, þá er það mjólkurvörur, þú veist, ég borða egg og jógúrt, ég reyndar veit ekki hvort þetta sé jógúrt sko, hérna eins og okkar jógúrt. Þú veist, sojamjólk, ostur, tofu. Ég valdi tofu, en ég hef aldrei smakkað, en ég er forvitin að vita hvað það er. Svo er það bara continue, og svo bara, þú veist, hvernig vinnur, þú veist, hvernig eða aktív vinnu ertu. Og ég setti mostly stay at home, sérstætt, út af ég er nú í fæðingarorlofi. Og svo er hérna, þú veist, veikleiki. Þú veist, ég fæ ekki nógu mikið svefn og þú veist, ég elska gosdrykki, get ekki hægt að borða sætindi, skilurðu, þú bara hakar í, skilurðu, það sem á við, svo bara continue. Hérna áttu að setja aldur, hæð, þyngd og target weight, það er þyngdin sem þú vilt komast í. Svo bara ítur á continue, ég skal fylla þetta, ég er 34, minni mig, ég er 1,74, ég var 101,6 og target weight 80 og continue. Já, nú bara regnar þetta.
Og þá það basically þannig að ég 33,40 í BMI stöðli sem þýðir að ég sé offitusjúklingur, obese type. Og svo koma alls konar svona, þetta allt frítt, þessar upplýsingar getur þú fengið án þess að borga neitt. Og þetta svona kaloríu hlutin sem ég á að vera að taka inn. Ég á að drekka 4 lítra af vatni á dag og sem sagt á fyrsta mánuði á þessu plani segir hann að úr 101,6 sem sagt á mánuði á ég að fara í 94,7 sem sagt á 30 dögum. Þannig að þú veist, þetta ekki eitthvað svona stjarnfræðilega vitlaus tala og miðað við þetta þá þetta alveg rétt. Ég get örugglega lést meira miðað við það sem að gerast akkurat núna. Og svo ef þú ætlar að fara lengra inn í þetta þá verður hérna neðst niður og get now. Og þá eina sem þú ert að gera að gefa þeim upp e-mail. Svo getur þú borgað þetta annarkort með Visa eða PayPal. Ég borgaði þetta með PayPal. Hann að skemma? Ja, strákarnir komin heim, við erum komin heim, Anita komin heim, búin að ná í þau. Við ætlum að fara út, leika okkur á snjónum og meðan hann þannig að núna ætla ég að svissa yfir í GoPro. 1, 2 og... Wow! Þetta gaman! Mjög hratt! Aftur! Þetta var aftur! Þetta gaman! Wat doen we? Ja. Aftur.
Já, herru, ég er komin í Hress, að taka æfingu, klukkan að slá í 8. Ég næ 1,5 tíma, næ svo sturtu, svo er ég farin heim og ég ætla að fara að sofa. Ég er 0 að nenna að fara á æfingu, en ég verð að fara á æfingu, bara út af því að ég verð að gera það, út af því að ég nenni því ekki. Tökum smá æfingu. Þannig að æfingi búinn, ég ætla að leiða heim. Ég veit að steinglimt að taka upp. Ja, herru, þá er ég og konan að horfa upp á þættina mína. Hvað heitir þetta? Bachelorette. Bachelor. En ég ætla að enda þetta núna, bara takka þesslega fyrir áruð. Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Aðstæmt að sjá mig ekki með neitt í hárun, eða gel í hárun. Já, njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.